Finnur, það stór tíðindi hérna í dag. Hvernig svona aðdragandinn að þessum samkomu hér? Já, það er náttúrulega við Jón áttum góðan tíma saman í Vesturbænum og í landsliðinu og fórum þar í hátt upp í hæðir og lágt í læðir og við það myndast svona ákveðin vinskapur og virðingu milli okkar og svo bara svona þegar kom svona ljósa að Jón var ekki viss hvort hann spilaði ekki og sá fram á endilega ekkert að vilja vera í Vesturbænum eða að vera opinn fyrir að vera annars staðar, þá náttúrulega bara fórum við að taka spjallið svona meira alvöru og þá bara eitt leður öðru og hérna er hann mættur. Þetta er náttúrulega risastórt fyrir ykkur, ekki bara kannski á vellinum, þó hans náttúrulega við vitum vel hvað hann getur þar, bara líka með reynsluna og hugafæri sem hann kemur með. Já, ég minnast að Valur er búinn að vera þetta jójóliðið milli fyrstudildar og úrvalsdeildar og hefur náð að halda sér núna 2 röð og það er ákveðin kúltúr sem þarf að breytast hérna og það er kannski svona ákveðin svona þekking sem kemur með svona reynsluboltum eins og Pavli fyrir og Jón í ár og við þurfum að taka þetta svona skref í skref og reyna að búa til einhverja hefðina. Það er svona munurinn á Vesturbænum hérna, það er kannski svona það lengra í hefðina hérna, þótt hún sé til staðar en það kemur þannig mikið þekking inn og fyrir unga leikmenn í félaginu og bara þá sem er í liðinu að fá að eyða tíma og æfa með þessum mönnum á hverjum degi er magna. Það er komið ár síðan að Pavel skrifaði undir hérna og fóru svona svolítið allir upp í hæstu hæðir hérna, miklar væntingar að gera til liðsins sem að stóðst kannski ekki alveg. Myndu sjá til þess að svo verði ekki eða hvað eru væntingarnar sem að getur sett á liðinu núna? Ég held að sé erfitt að segja eitthvað núna, við erum vissilega búin að fá til okkur 2 góða leikmenn í Jóni og Sýnisa en við erum ansi götóttir þessu staðinu í dag þannig að það er erfitt að tala um miklar væntingar. Ég held að væntingastjórnin fyrra fór kannski svolítið svona fyrir lítið þannig að ég held að við stóra markmið til að byrja með að koma okkur inn í úrslitakeppnina sem Valur hefur ekki verið síðan einhvern tímann síðan held ég áður en að Jordan hætti í Bulls fyrra skipti eða fyrsta skipti þannig að ég held að það sé 30 ár síðan þannig að ég held að það sé svona gott fyrsta markmið og svo bara skoðu hvað gerist það framlega stundir. Það hefur verið að stíga stór skref bara fyrir félagið, körfuboltalega séð hérna, Val. Já, þetta er miklu meira starra en heldur en eitthvað bara hlutverkin á velli, einhverja mínútur sem það er, einhver skot og einhver varnarposisjón. Þetta er bara stórt fyrir okkur í að breyta það kannski svona þessi ímynd sem Valur hefur. Valur er stór klúbbur en hann kannski ekki náði þeim hæðum í körfunni, þannig að þetta hjálpar vonandi okkur til að búa til hérna sterkt lið sem að mun allan að vera svona relevant í umræðinni og ekki bara það hvort að liðið sé að falla eða ekki. Nú er náttúrulega þú eins og Jón káringur í grunninn, heldur þú að fá margar pillur eftir að hafa fengið Jón hérna og skrifa sjálfur undir? Já, annað væri óðurlegt sko, við áttum ekki á því að þetta er ekkert, ég verð ekkert einsasti maðurinn í Vesturbænum en maður er alveg upp ákveðin háttan á vestur frá og maður gera það sem ég get til ná árangri og þeir elskuðu mig fyrir þetta á sínum tíma þannig að ef þeir vilja hata mig fyrir þetta núna þá verður bara að hafa það.